Komið sæl blessuð og verið velkomin, ég maður Reynir og ég staddur í borg óttans. Já, það ekki hverjum degi sem maður hér keyrandi á svaðalegri kerru á þessum hræðilega stað og ég veit svo sem ekkert hvað ég að fara að gera. Ég meina, þetta alltaf höfuðborg Íslands, það hlýtur að vera hægt að gera eitthvað hérna, maður hlýtur að geta skoðað eitthvað staði og eitthvað. Þannig að, ætli að það sé ekki bara best að gera það. Já, nú ég staddur hérna hjá Perlunni eins og þið sjáið og Perlan rosalega merkilegur staður eins og þið sjáið á þetta hérna falleg kúla ofan af svona hitavatnstöngum. En það sem margir vita ekki að upphaflega átti þetta alls ekki að heita Perlan og þetta átti ekki að vera ein kúla, heldur átti það að vera tvær. Tvær kúlur sem væri í laginu eins og brjóst. Já, það hár rétt og eins og þið vitið þá var Davíð Oddsson borgarstjóri á þessum tíma og hann mikill brjóstaaðdáandi. Þannig hann vildi fá brjóst í borgina sína. En þegar það var búið að byggja aðra kúluna þá sagði fólk að þetta bara búið að kosta allt og mikið, við getum ekki farið að byggja aðra kúlu, hann var brjálaður. En á endanum tókst fólki að sannfæra hann því að honum bauðst að fá sjálfur sílikonbrjóst. Og í dag, enn þann dag í dag, Davíð Oddsson með sílikonbrjóst undir skyrtunni. Ótrúlegt. Nú staddur í Nauthólsvík en það strönd sem nefndi eftir því nautin sást upp á hólinn í Vík. Það sem merkilegt við þessa strönd að hún öll lituð eins og strandirnar sem við erum vön að sjá í útlöndum. Strandirnar sem við erum vön að sjá hérna á Íslandi eru sjálfsögðu svartar og það var þessi strönd vissulega fyrst. En það sem var gert að allur sandurinn sem var hér á þessari strönd var sendur með gámum til Kína þar sem það var handmálað eitt korn í einu. Já, þið heyrðu rétt, hvert einasta sandkorn sem í þessari strönd var handmálað af litlum kínverskum börnum, borgað af íslenska ríkinu. Og hver var við völd ef þetta allt saman var gert? Davíð Oddsson. Já, ég staddur fyrir framann Hallgrímskirkju. Hún nefnd eftir Hallgrími sem breytti henni í kirkju. Breytti henni í kirkju? Hvað meinarðu? Því upphaflega var þetta alls ekki kirkja. Það var leyniregla einhvers konar sem var nefnd eftir þeim mönnum sem stofnuðu hana. Það voru þeir Tryggvi, Yngvi, Pétur, Páll og Ingi. Tippi. Ég að keyra niður Laugaveginn. Ég ætlaði að labba en það rignir í Reykjavík. Margir halda að Laugavegurinn heiti Laugavegur af því hann tengdist Laugadalnum, en það alls ekki rétt. Laugavegurinn heitir Laugavegur vegna þess að þetta vegur sem lá heim til manns sem hét Laugar. Já, það rétt, Laugar var fyrsti rauðhærði Íslendingurinn sem bjó neðst á Laugaveginn. Þetta var áður en allar þessar byggingar komu, það var aðeins einn vegur, einn maður að nafni Laugar. Ótrúlegt, en satt. Ég staddur hjá Kringlunni. Kringlan verslunarmiðstöð á 3 hæðum með margar verslanir sem geta gert mann alveg geðveikan. En margir halda að Kringlan hafi verið fyrsta verslunarmiðstöðin á Íslandi. Það alls ekki rétt. Fyrsta verslunarmiðstöðin á Íslandi var mamma þín. Ég að setjast inn í bílinn og ég var hérna í Kosti sem í Kópavogi og ég verð bara að gefa þessari verslun, Kosti, hrikalega góð meðmæli því að leið og maður labbar þarna inn að hvað bíður manns? Jú,
ólgandi kaffi. Allir þeir sem að koma inn í kost fá ólgandi kaffi, bolla til að taka með sér í búðina, maður drekkur kaffið og getur keypt sér alls konar góðgæti eins og súkkulaði, Cereos og allt sem hugsast getur og hægt að tróða hnetusmjöri í allt. Rosalega gott. Svo þegar maður að fara þarna út, það bara maður sem bíður eftir því að fá að taka kerruna og taka kaffibollan af manni og þetta bara þjónusta. 1, 2 og 3. Það hann Jón Gerald Söllenberger sem á heiðurinn á þessari verslun kostur. Margir hafa einmitt velt fyrir sér hvaðan Jón Gerald Söllenberger kemur. Hvaðan kemur þetta nafn? Það er gaman að segja frá því að hann ættaður frá Egyptalandi, þar sem hann ólst upp. Ekki margir vita þetta, en hann ólst þar upp og hét þá og var kallaður Gerald, sem svona franskt svolítið en var vissulega egypskur uppruna, sem sagt móðir hans egypsk, en pappans, hann var nefnilega frá Ástralíu. Og þaðan eins og allir vita, mikið kengúrur þar í Ástralíu. Og Söllenberger þýðir einmitt kengúra á sem sagt innrættum sem sagt Áströlum og þetta vita ekki margir.